hann mætti til mín Gestur Einarsson frá Hæli og við ætlum sameiginlega að fara örlítið yfir svona fréttir vikunar í heimi íþróttana og svona í blandi það að segja mig frá hvað að vera í sportætti kvöldsins. Sæl og blessar. Sæl og blessu. Löngkynning. Já, heldur betur og ég held að það veri ennþá lengra viðtalið því að það er svo mikið að vera og mikið framundan og svo maður er í svo miklu jólastuði núna. Já, ég var að hugsa, vorum að ræða helgina að það þarf eiginlega bara að velja og hafna núna. Hvað er hægt að fjalla og hvað? Já, það er eins og maður segir að maður verður svolítið á klukkunni í kvöld. Já, ég trúi því. Ef við byrjum aðeins á Gunnari Nelsson, bardaginn á laugardaginn. Fyrst var talað að hann hafi verið sleginn í höfuðið 124 sinnum, nú talað um 193 sinnum. Já, 196 sinnum. Já, ok, þú býður betur. Já. Og það er mikið búið að ræða núna sem sagt í fjölmiðlum eftir bardagan í gær og í dag bæði Helga og Bubbi Mortens konur í hár saman út af því hvort þetta er íþrótti eða ekki og svo er farið að ræða heilabilanir. Já, þetta er alveg ekta, maður bjóst við þessar umræðu, þetta er alveg típist alltaf þegar Gunnar Nelsson fyrir að tapa, þá beið maður bara eftir því þegar hann yrði bara einn svona í spað. Já. Að þá kæmi þessi blessaða umræða. Er þetta var hann kannski bara alltaf erfiður andstæðingur fyrir hann? Já, þessi Maja er náttúrulega, hann hefur aldrei tapað og hann er náttúrulega heimsmeistari í jiu-jitsu og öllum þessum íþróttum. Já. Þannig að, og náttúrulega miklu reynslu meiri og svo við þekkjum okkar mann Gunnar Nelsson, hann náttúrulega fer í alvöru andstæðinga. Já, hann gerir það, hann er óhrættur. Já, og svo er svo skemmtilegt við Gunnar að hann er svo sérstakur að því að hann er góður í gólfinu að Maja, þá ætlaði hann samt að vera bara að glíma við hann í gólfinu. Ætlaði ekki að taka niður svona bara rótan, hann ætlaði að glíma við hann. Ég skil ekki þessi ákvörðun ennþá sko, en það var einhvern veginn með vikingaheiðurinn í honum sko. Já, en þeir eru samt í því báðir að ná í gólfið. Já, en Gunni er náttúrulega orðin það góður líka sko standandi að það er ekkert allir sem vita það að Gunnar hefði átt að geta tekið hann bara standandi sko, en einhvern veginn í ósköpunum þá var eins og hann vildi vera samt á gólfinu að berjast í það besta á gólfinu, sann að hann væri betri. Það hefði kannski hægt að nýta einhverja aðra leiðir. Já, það er hægt að nýta aðra leiðir, en þetta var náttúrulega skemmtilegu bardagi, fannst mér persónulega og við varst alveg magnað að sjá hvað hann náði að þóla þetta allt saman. Já, en hann segist ekki vera hættur, þetta bara gerðist og það er bara næsti. Já, það er bara næsti bardagi og svo mitt þessi Maja að vera gaman að sjá hann er náttúrulega orðin svona eldri kantinum en er í besta formi samt sko. Já, og hann ætla bara að keppa við þann sem er á tótnum. Já, hann vil það. Engin spurning, þetta er líka svo sérkennilegt sko hvernig þetta er raðar í stigaröðunni sko, þú sér að Maja hefur aldrei tapað og samt hefur hann ekki á tótnum sko. Nei, þetta er svolítið sérstætt með styrkingalistan, við skilst að er líka bara eftir skemmtanagildinu svolítið. Já, þú meinar. En frá þessum bardaga íþróttum yfir í handboltan stelpurnar norsku. Já, þær eru konar áfram, unnum Þýskaland í gær, þvílík snilld. Frábæran þjálfara. Já, Þóri Herkilsson okkar maður sko. Og svo er það skemmtilegast að við að heimsmeistarinn er dottnur úr leik líka. Já, og það er unnið þjóðurinn að gera sem eru fyrir heimsmeistarar og það verður gaman að fá að fylgjast með þeim í áttalega úrslitunum og þess maður alltaf geta að áttalega úrslitin verða sýnd á RÚV. Já, byrjar á miðvikudaginn. Mér sýnist öllu, ég var aðeins að reyna að fara yfir dagskrána hjá RÚV, mér sýnist öllu að bæði RÚV og RÚV 2 sem sagt íþróttarásin og það verður sýndir leikir þar. Já, það verður næstilega bara algjör snilt. Þið máttu byrja á þessu fyrr bara. Já, algjörlega. Það er aldrei leiðilegt að fá að fylgjast með handboltanum. Já, ég var búin að velta þessu spurningu fyrir mig, þetta verið karlaboltinn, hvort það hefði verið strax byrjað að sína í riðlum. Já, það er spurning. En förum aðeins í handboltan aftur á eftir, en svona aðeins að taka kannski það sem er búið að gerast á erlendri grundu fyrst. Það var opnað fyrir miðasölu á EM í morgun. Ertu ekki búin að kaupa með það? Nei. Ég er nú ekki búin að því. En sem sagt, maður er ekki alveg að skilja kannski verðflokkana. Þeir tala um flokk 1, 2, 3 og 4. Já. Og það er svolítið mikill munur á verði í þessa flokka. Já, þetta er líka mismundi hvar þú ert staðsettur sko, og neðarlega í stúkunum sko. Já. Þannig að það er dýrar náttúrulega eftir því sem voru nær vellinum. Og það er þannig bara í öllum erlendarbolta. En þó kannski við förum ekki alveg yfir alla riðlana svona eins og útdrátturinn gaf til á laugardaginn. En Ísland endar með Portugal, Ungverjalandi og Austurríki. Hvernig líst þér á þetta? Ég gat ekki óskað mér betri drátt. Já, það er bara svoleiðis. Já, það er bara, ég er ánægð með þetta að sjá Ungverja þarna
ég vildi fá þá, ég vildi líka fá Austurríki og ég vildi helst líka fá Portugal. Sérstaklega því að Kári Árnason vill ábygglega tækla Ronaldo hressilega núna eftir leikvikurnar í meistaradeildinni þar sem að Real Madrid vann Kára og félaga 8-0. Já, nákvæmlega, hann einmitt kom inn á þetta, hann hefði nú svo sem ekkert góða reynsla því að mæta Ronaldo. Nei, þannig að nú verður hann ennþá betri, nú hann komið með reynslun á það. En þeir fara nú aðeins yfir þetta Heimi Hallgrímsson, hann segir að Ungverjaland ætti nú svona að vera í svipuðum styrkleikaflokki og Ísland. Já. En það með búist kannski við að Portugal eða Austurríki muni berjast sigurinn í riðlinum. Já, og svo þetta líka svolítið skemmtilegt, nú mótafyrirkomulagi öðruvísi en síðustu ár, og þetta í fyrst skipti núna sem að tekið upp á 16 úrslitum. Þannig að í rauninni eru efstu úr 4 riðlum komast liðið í 3. sæti áfram. Þannig að sem eru með flest stig í 3. sætinu. Já, þannig í rauninni þó að Ísland ná ekki í 1. og 2. sæti í þessum riðli, þá komast þeir samt sem áður áfram í 16 liða úrslit. Þetta er svolítið flókið að útskýra þetta og maður fylgdist með drættinum þetta á laugardaginn og það var ekkert að flækja þetta meira svo sem held ég. Nei, en hann tala nú samt að það sé svona jákvætt að við skulum vera að spila á síðasta leikdegi fyrstu umferðarkeppninnar. En það er dagsetningar sem eru uppi, það er þriðjudagurinn 14. júní klukkan 19. Byrjum á móti Portugal. Það verður snill. Og svo er það laugardagurinn 18. júní klukkan 16 og það er Ungverjaland. Og miðvikudagurinn 22. klukkan 16. Já. Og þá er það Austurríki. Já, og við byrjum bara að taka Portugal og förum bullandi sjálfstöðust, vinnum svo Ungverja og svo Austurríki. Þetta er bara ekkert flókið, fullt úr stiga. Já, en svo erum við að tala í rauninni að þetta eru 29.000 miðar á EM sem að Ísland fær og fæsta miða gegn Portugala því að þeir tala minnsta leikganginn, þetta fer ekkert fram allt í... Nei, og flestir gegn Ungverjalandi því að þar verður 16.000 miðar í boði. Já, það er bara í Parísi það ekki? Jó, sem að það fer fram. Það sem úrslitaleikur HM 98 fór fram, þannig að þetta verður, og Íslendingar þekkjum þetta líka, við spiluðum einu svona þarna með þeim í riðli 99. Já, en hann tala nú þjálfari austurríska landsliðsins að það sé í rauninni lítur á Ísland sem hættulegan andstæðing. Já, ég trúi því. Þetta er náttúrulega ekkert gefið að hafa þetta íslenska landslið. Það eru búin að sína og sanna það. Segir þessi mikið sjálfstöðust í liðinu og fyrsta skipti í rauninni að mæta á EM. Já, og það er líka eins og þjálfara hinna liðan eru búin að segja með Íslendinga. Þeir sjá það, það eru venjulega ein stór stjarna í hverju liði. Þannig er bara eitt stór liðsild, þetta íslenska landslið og sér líka hvað þetta er blandað að alls konar deildum og styrkleikum hvernig landsliðsmennin eru. Akkurat. Þannig að það verður virkilega gaman að fylgjast með þessu næsta sumar. En við förum aðeins yfir í handboltan heima þá voru Selfoss-strákarnir að keppa á föstudaginn í Digranesi á móti HK. Já, lendi bullandi vandræði gegn þeim. Já, en tókst nú samt að klára þetta. Já, sem betur fer. Það var þarna Teitur Örn Einarsson, hann bara setti 15 mörk. 15 mörk, takk hjá það fyrir, 31-35. Það sýnir bara hvað allir þessi ungu punga geta mikið. Já, nákvæmlega. Milan Selfoss, Stjarnarnas afsakið, Milan Stjarnar í Vallaskóla í gær. Já, Stjarnan hafði svolítið yfirbyrði alveg frá upphafi en það má kannski taka fram að það var svolítið sérstakt fyrir leik. Já, því líkir leikmenn voru teftir. Já, ég var meðal annars einn á þann að leika því að ég var fastur í umferðinni í 3 tíma út af þessu bílslisi og ég var mikið að velta fyrir mér hvort að dómaraleiksins hefðu fresta leiknum eitthvað, hefði þetta til dæmis verið stjörnuleikmenn. Það má alveg velta vöngur það, en lokaúrslitið er náttúrulega sanngjarnt og þetta Mílanlið er svo skemmtilegt. Sýna þarna tilþrif á fullu í lokleiks, eitthvað sirkusmörk og eitthvað svona, stemningin alltaf svo skemmtileg. Svo er það náttúrulega bara næsti andstæðingur, Selfoss Mílan. Það verður hörkuleikur og... Það er á föstudaginn. Já, og þetta verður alvöru veisla Mér hlakkar svo til að bara... Já, ég bara get ekki beðið. Já, ég hlakka líka til. Þetta verður mjög skemmtilegt og ég mitt búin að ræða við strákana og ætla jafnvel að reyna að ná þeim hérna í viðtaltímin á föstudaginn. En svo er það körfuboltinn, Þórlarsöfn og Höttur. Þeir áttu stuði núna í vikunni og hvað 85-61 leikunni fór fram í Þórlarsöfn. Þórlarsöfn er náttúrulega bara miklu reyndari og flottari þarna. Þetta er flottur hópur hérna og svo líka bara góð uppbygging hérna í Þorlákshöfn. Það er svo gaman að fylgjast með, þetta er allt uppaldir leikmenn í þessu liði og framtíðin er svo björt að það voru meðal annars núna valdnir minni með 7 afreksmenn í æfingabúðir á landsliðunum, yngri landsliðunum frá Þorlákshöfn og það má ekki heldur gleyma FSU-liðin á 50-daginn sem komið 20 stigum yfir gegn Káringum og maður ætlaði ekki að trúa sínum eigin augum hvað þeir voru að fara illa með Íslandsmeistarana en svo var það blessaði 4. leiklutin að venju, ykkur gríla þar reynsluleysi.
Og Káragan tóku þetta? Já, tóku þetta alveg nokkuð sannfærandi þá. Þér til mikill að gleði? Já, ég var svona báðum áttu náttúrulega, en þetta var eiginlega fyrst sem ég hélt með liðið á móti KR. Já. Verða svolítið svona selfisingur árborgari í sig. Það er nú gott. En Hamar fór norður og keppti á móti Þóru Akureyri og þeir töpuðu þar bara naumlega. Já, í framlengingu. Algjörlega í framlengingu í blálokkin. Reyðilega svona hálfsorglit, en já, það ekkert við það ræðið. Nei. En svo eitthvað skíði og sund helgina? Já, og það náttúrulega sundið, það voru við að eignast, fyrsti sunnlendingurinn sem var að keppa núna á Norðurlandamóti í fyrsta skipti að mig minnir síðan 2003, ef ég man rétt, og við náttúrulega heyrum í Magnúsi Tryggvasyni í þetta kvöldsins, hann alltaf skemmtilegur, hann man alla tíma hjá öllum sem hafa eftir sund sennilega síðustu 30 árin hérna á Íslandi. Þannig að það verður gaman að heyra í honum, en svo ætlum við líka að heyra í íþróttamanni ársins hérna á Suðurlandafimi fyrra, hann Eygló Gústafsdóttir. Hún náði sér í brons á Evrópumeistaramótinu á dögunum sem er náttúrulega ótrúlegur árangur. Hún var einmitt í flugi síðasta mánudagskvöld, þannig að við frestuðum því viku. Þannig að það verður svolítið sund í þætti kvöldsins núna. Ég var einmitt að spá mikið í íþróttamanni ársins, margir svona sem að koma til greina? Já, það eru mjög margir og mér hlakka mikið til að fylgjast með hvað hlustendur munu velja núna þetta árið, því að í fyrra tóku þátt 6.589 í kosningunni og ég vil fá að 10.000 hlustendur taki núna þátt í kjöru og íþróttamann ársins. Eygló Ósk vann þetta í fyrra á konunum, þannig að það verður gaman að fylgjast með þessu. En svo er ég með svona smá jólaglaðninga, það eru bækur, stelpurnar okkar, strákarnir okkar, íslensk knattspyrna, svo við verðum að fara að gefa leggklífar og fleiri skemmtilegheit. Ég kenn svona í gjafastuð, ég var að komast að það kortir í jól. Já, það er svolítið svo leys. Já, þannig að vonandi bara konan mín sé ekki að hlusta, við þurfum að finna núna hérna Þú ert byrjaðar á þessu? Já, ég fór bara að pæla í þessu allt inn í dag. Eða ertu alltaf 23. deskur? Þorláksmessu, já. Þorláksmessu kvöld. Eða aðfangadags morgun. En svo eitthvað dreigið í meistaradeildin eða hvað er það? Já, það dreigið í meistaradeild Evrópu og það verður skemmtilega leikir og já, það er svolítið gaman að því að flest allir halda náttúrulega með United og Liverpool, þeir eru í Evrópukeppni félagslega og annarlið dróst á móti Midtjylland og svo man ég ekki einu svona hverja eitthvað dróst á móti, þetta var eitthvað álíka fáránlegt. Já, en fleira sem verður í sportætti kvöldsins? Já, það er bolti, ég er ábyggla að gleyma ykkur, það er frjálsa líka, það er hérna Hafsteinsmótið, minni mig, eða Kastrið Döðl og Guðmunds, þetta er alveg, þetta er ekst allt saman núna þessa dagana sko. Það er fylgið og svo er það fimmleikasýningin sem við höfum umfjöllunum það, því að þetta er glæsilegustu sýninga landsins, ég er að segja það. Það er bara beint með þessar fimmleikastelpur á listamannalaun hérna á Selfossi. Þannig að þú verður til 10:30 eða lengur? Nei, ekki lengur en 10:30. Ég ætla að passa mig á því. Það verður að vera jólatónlist og svona á kvöldin. Já. Ég verður að sofna við jólatónlist frá ykkur. Já. Við förum yfir jólagjafakaupin gestur bara á eftir? Já, mér líst vel á það. Það ekki. Jú, og svo ný formaður knattspyrnudeildar Selfoss verður líka í spjalli okkur í kvöld, hann Adolf Ingi Bragason. Glæsilegt. Slökkum til að hlusta eftir klukkan 8 í kvöld.